FM 95 Björn Bragi með ykkur og gestastjónandi dagsins er Hannes Þór Halldórsson, markvörður KR og við ætlum, sæl aftur þjóð, við ætlum að fara í slúðrið. Ertu reiðubúin í það, Hannes? Já, ég er spenntur. Er það ekki? Jú. Lestu slúður mikið, svona af Hollywood? Nei, ég er ekki mikið í því, sko. Maður svona vittur stundum með þetta. Samt einhvern veginn alltaf í mest lestu fréttunum. Það alltaf einhverja slúðurfréttir sem að rata þangað, þá smellir maður á það, sko. Já, maður svona rekst á þetta. Já. En þú náttúrulega þekkir samt kvikmyndastjörnurnar, enda kvikmyndagerðarmaður og svona. Rétt. Og fyrsta slúðrið er einmitt af ástralska stórleikaranum og Óskarsverðlaunahafanum Russell Crowe. En hann er verulega spenntur fyrir að koma til Íslands. Hann var eitthvað að tjá sig það. En Crowe er að fara með aðalhlutverk í kvikmyndinni Noah í leikstjórn Darren Aronofsky sem verður að hluta til tekin upp hér á landi í sumar. Já. Hvernig ættum við að fara að því að hitta Russell Crowe? Hannes, heldur þú munir hitta hann? Ég hef aldrei hitt svona stjörnu á Íslandi, sko. Nei, hefur einhvern veginn hitt eitthvað virkilega frægan? Já, ég hef gert það. Ég hef hitt fótboltamenn sem eru mjög frægir þegar við vorum að gera atvinnumennina okkar. Já. Þá hitti ég Messi og þess að kalla. Já. En engar svona stjörnir. Ég hefði ógeðslega gaman að hitta Hollywood stjörnir. Mér heitist það geðveitt, held ég, sko. Já. Heldur þú myndir haga þér eins og smá stelpa eða myndir þú búla? Nei, ég myndi örugglega ekki segja, ég er bara geðveitt feiminn og myndi örugglega ekki segja neitt, sko. Eða það fer alveg eftir við hvað aðstæður það væri, sko. Já. En ef maður myndi rekast á náttúrulega götu, þá myndi maður náttúrulega bara ekki gera neitt, sko. Ég sá samt einu sinni, Frank og Kasper úr Klán sitja saman á prikinu að borða það og mér fannst að það var eitthvað skemmtilegt við það var svona eins og að sjá, þú veist, dettin í svona litla Klán-sennu. Ekki alveg Russell Crowe en samt ákveð? Nei, svona næstu bær við. En hvernig var Messi? Var hann skemmtilegur? Nei, hann var svakalega inn í sig og svona einhvern veginn bara ég veit ekki hvað að segja, það var bara svona eins og einhver svona feiminn lítill strákur sem var bara langt frá því að vera besti fótboltamaður í heimi, sko. Já, nákvæmlega. Bara svona talaði lágt og bara svona heilsaði öllum svona feimnislega og það var dálítið gaman að sjá þetta, sko. Svona aðeins öðru sem frændans Ronaldo hjá Real Madrid. Hann er dálítið mikið öðru í sig. Herðu, Aston Kutcher er í nettum vandræðum núna en hann var að leika í auglýsingu fyrir einhverjar kartöfluflögur og lék þar Indverja. Já, málaði sig svona dökkan og sett á sig hárkollu og var að leika Indverja. Já, nú vilja menn meina að þetta hafi verið rasist move hjá honum. Og ég hef ekki séð þessu auglýsingur þannig ég er ekkert með mikið upplýst skoðun á þessu en... Nei, ég var til að sjá hana, sko, en menn þurfa ekki að passa sig hérna úti, það má ekkert mistiga sig. Nei, þetta er svona kannski full svona pólitískur réttrúnaður þarna að brjálast yfir þessu. Já, en nákvæmlega, þetta er sem dörgulega strempið, sko, það þurfa með ekki mistiga sig neitt og þurfa alltaf að vera að vara sig. Allt sem maður segir, það endar einhvern veginn, því ég snúið upp og eitthvað svona. Já, laugrétt, en þetta menn á nú gert verið hluti, þannig að Aston Kutcher vinn okkar verður örugglega fyrirgefið fyrir þetta. Já, það er mikið að Mel Gibson þegar það var snúið út úr einhverju setningu og hann var bara snúið út úr málaður eins og einhver, nei, ég segi það. Var hann ekki bara að halda einhverja reiðilestur hvað gyðingar væru vondir og... Það getur sjálfur sér kennt, sko. Já, og Kramer vinnur okkar líka. Já, nákvæmlega eins og hann, sko. Já, Russell Brand er að deyta fyrrverandi kærustu David Hasselhoff strandvarðar. Hinn 36 ára gamli Russell Brand skildi við Katy Perry í desember og hann er að deyta einhverja Playboy píu sem heitir Anushka. En hann er mikill kvennamaður. Hvað segir við þessu, Hannes? Russell Brand? Já. David, þú ert mikill David Hasselhoff maður? Já, sko, ég datt út í 2 sekúndar þegar þú byrjaði fréttina, en kannski að því hún var ógeðslega léleg. Gæti verið. Russell Brand, já, hann er kvennamaður. Hann var í Forgetting Sarah Marshall, eða ekki? Jú. Já. Og hann var hann var höstla kærustan hans David Hasselhoff. Já, hann er byrjað með henni núna, hún heitir Anushka og er eitthvað Playboy pía. Ég haldi að það væri nokkuð vel gert að David Hasselhoff hafa verið með henni, fyrst að Russell Brand er að landinni núna, sko. Hann er örugglega í háklassa stelpum, sko. Já, þetta er upplýst skoðun. Já. Og að lokum tvennt Justin Bieber vinnin. Ég veit úr mikill aðdán Justin Bieber. Mikill Justin Bieber maður. Nú, hann varð sem kunnugt 18 ára 1. mars og nú þykir hann vera orðin alveg einstaklega fullorðinslegur í útliti. Hann er komin með einhverja nýja klippingu og greiðslu. Annars var það og hins vegar var hann í viðtali að segja að kærastan hans, Selena Gomez, væri algjör hausverkur. Það væri erfitt að gera hann til geðs. Ég var ógeðslega vonda tilfinningu fyrir Justin Bieber, ég held að sé fáránlega leiðilegu gæði. Ég veit ekki hvort það sé bara fréttirnar sem koma á honum eða hvað, en það er svona, ég hef tilfinningu að þetta sé algjört prik, sko. Já, hefur þið séð Bieber myndina?
Nei, ég hef nú ekki gert það. Ég fór á hana með Jóni Ragnari Jónssoni, vinn okkar. Við vorum hérna 2 með innan 400 smástelpur að horfa á Bieber-myndina og sko, það var svona, sko, við bæði fengum smá Bieber-fíver en leið svona fannst mann hann vera einmitt svona nettur svona, að ég var svona alltaf að pirra, eða svona böggast í öllum og eitthvað svona vesen á honum, sko. Þannig að ég get alveg, já, svona kaupalega þessa skoðunina. En þið sem sagt auðvitað pínu skotnir hjá honum? Það er ekki hægt að sjá Bieber-myndina án þess að fá lúmst Bieber-fíver, sko. Þannig að ég mæli samt með þessari mynd. Hún er ekki bara einhver fróða, sko. Hún er alveg mátulega athyglisverð, sko. Er þetta heimildamynd eða? Já. Er leikinn? Hún er heimildamynd. Spice Girls? Nei, þetta er heimildamynd sem betur fyrir, annars hefur hún örugglega verið hræðileg, sko. Sástu Spice Girls, leiknumyndina? Ég held ég að við horft á svona 5 mínútur á hún og gefist upp á sinn tíma. Ég sá hann alla, sko. Já, hvernig fannst þér hún? Hún var mjög furðuleg, sko. Hún var alveg fáraleg eiginlega. Já. En samt, gaman að sé hana. Gaman að því. Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Við Hannes verðum með ykkur hérna til 6. Gunnleifur Gunnleifsson markvörður er að koma hérna á eftir og Anna Svava leikkona og ég veit ekki hvað og hvað, en fyrst þetta. Hefur þú áhuga á tónlist og kvikmyndum? Í kvöld klukkan 8 verður tónlistar- og kvikmyndakviss á English Pub. Spurningum varpað á risaskjá. Tilboð og bjór. Láttu sjá þig. English Pub við Austurvöll. Viltu slá þig í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Notaðu gott kortið þitt. Þú gætir unnið iPad, iPhone, iPod eða bíómiða. Kreditkort. Dílar.is í dag. Miði á bestu útihátíðina 2012 á aðeins 5.250 í stað 10.500. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. 95 blöð er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Þetta lag heitir Russian Roulette með Ríönnu og endar greinlega á því að hún, já, ég segi ekki meir. Björn Bragi með ykkur og Hannes gestastjórnandi dagsins og við vorum að fara yfir slúður á hann og þetta er svona svolítið slúður tengt sem ég langaði að ræða núna en það var einhver úttekt á perishilton.com núna í vikunni þar sem hann var að taka fyrir sko frægt fólk og léleg störf sem það hefur unnið, svona áður en það var frægt. Okay. Frægt fólk eins og þú ert. Nema þau eru í Hollywood. Brad Pitt vann eitt sinn við það að dansa í kjúklingabúning fyrir utan skyndibitastað. Johnny Depp, hann var símasölumaður. Corey Monteith úr Glee, hann vann í verslunum Walmart við að bjóða fólki góðan daginn. Getur hugsað þér að taka við einhverjum þessum störfum hans? Nei, ég myndi nú helst vilja losna við það, sko. Þetta er ekkert kannski bestu störfi sem maður getur ímyndað sér. Það er rétt. Sean Connery var milkman. Hvað er milkman á íslensku? Mjólkur? Já, mjólkurmaður myndi ég halda. Mjólkurmaður? Sko. Já, ekki majónesmaður eins og ég. Nei. John Hamm úr Mad Men, hann vann á setti við upptökur og klámmyndum. Já. Hugh Jackman var trúður, Harrison Ford var smiður, Eva Mendes vann í pilsusjoppu í Molly og Kanye West vann í versluninni Gap. Og þá spyr ég þig, Hannes, hefur þú ekki unnið einhver svona misskemmtileg störf áður en að þú meikaðir það sem knattspyrnumaður og leikstjóri? Nú hættir þú þessi. En, jú, ég var náttúrulega, vann við fullt að dóti áður en meðan ég var í menntaskóla og svona. Hver var fyrst að vinna þinn? Það var nú úrlingavinnan til að byrja með, en hérna síðan var ég dyravörður í regnboganum í 2 ár eitthvað leys sem var ágætis vinna. Já, fyrir svona kvikmynd áhuga mann eins og þig. Frítt í bíó fyrir 2 og frítt popp og kók alltaf. Það var reyndar eitt ógeðslegt við þá vinnu sem var að sko, þegar maður er dyravörður þá er maður alltaf einn eftir í bíónu eftir síðustu sýninguna og svo þarf maður að ganga á alla salina og loka svona hurð einst í salnum og það er alveg kolniða myrkur og maður er einn í húsinu og það er mjög draugalegt og það átti að vera rengt í einum salnum sem að maður ætti að labba mjög langa leið í miklu myrkur. Ég var skítræddur við það, ég er ekki tveimur að viðurkenna en síðan
Já, mér bara eiginlega kveið fyrir á hverju kvöldu þurfa að gera þetta, sko. En sko, dyravörður, þá vorst að meina að rífa miðum hjá fólki, Já, þú veist ekki að henda fólki út og... Þetta hljóma betur en það var, ég stóð bara og reif miða af. Usher heitir þetta á ensku, ekki? Ég veit það ekki alveg. Svona, já, það er kannski meira svona sætavísir. Nei, ég þekki ekki það orð, en síðan var sko, svo tók ég svona smá tímabil, ég held nefnilega að það væri alveg luxus að vera að keyra í vinnunni og ég fór að sækjast alltaf eftir að fara í svona ökuvinnu. Já. Og það var mikill misskilningur að það sé einhver luxus. Ég byrjaði á því að fá vinnu hjá Dominos. Já. Og Við að senda pítsur? Senda pítsur, já. Ok, varstu lengi í því? Nei, ég var í svona 1,5–2 mánuði kannski og mér leið ömurlega. Já, ég nefnilega vann eins og að svara í Símon á Dominos. Já, það er huglega miklu betra sko. Af því að þegar þú ert að keyra út á Dominos, þá sko, þú veist, þessi tími sem ég held að væri í bílnum bara eitthvað að slaka á og að hlusta útvarpi og svona, hann er ömurlegur sko, maður er alltaf geðveitt stressaður, svo það verður að vera í þessum búning sko, með derhúfu. Já, með heita pítsu í bílnum og geðveik pepperoni lykt. Já, og alltaf láta henn heyra allstað sem þú kemur og alltaf vera að prúta við þig eitthvað, þú veist, eitthvað dót sem þú mátt ekkert þú hefur ekkert að segja, sko, þú veist, 35 mínútur leiðinni, sko, bara 30. Var þetta þegar máttu bara 30 mínútur leiðinni? Nei, það er þetta geðveik regla, ég vildi óska að væri ennþá, sko. Hætti það ekki þegar það var bara 10. bílslýsin sem var það völdum þess að menn áttu að vera 30 mínútur við bílsunum? Jú, það er náttúrulega megar ekkert sens að hafa þessa reglu, sko. Nei. En síðan gerist ég líka hvað segir maður, útkerslu maður fyrir póstinn og það var ennþá verra sko. Sendill heitir þetta? Sendill, ekki útkerslu maður. Var það verra? Já, það var miklu verra, út af að Dominos var slæmt sko, með fullri virðingu fyrir því ágæta fyrirtæki. Já. En það var bara svo mikið stress á póstinum, ég held það er því alveg, þú veist, þar var ég pottitt komin í rólegheit sko. Já. En það var bara svona, þú veist, maður fekk alveg svona 500 bréfið að pakka eða eitthvað á hverju kvöldi sem maður hafði, þú veist, einhverja 3–4 tíma til þess að keyra út og maður var bara með hjarta í buxunum, maður gat ekki unni sko, þú veist, ef þú kláraðir þá þurftir að fara að sækja meira og maður var einhvern veginn alltaf eftir á og þetta var bara mjög erfið og leiðileg vinna sko. Hvort var meira stress að senda pakka fyrir póstinn eða verja mark íslenska landsliðsins fyrir framan 20.000 áhorfenda? Öðruvísi stress sko, þetta er ekki alveg sá tilfinningin. Pósturinn var erfiðari? Já, ég myndi segja að pósturinn hafi verið miklu, það tók á sko. Já. Nei, þetta er svona... En ímyndaðir þá hversu góðir póstsendlarnir væru í íslenska markinu sko. Nákvæmlega, með álægi sem þeir þurfa að búa við. Já. Og þegar það voru margir þarna sem voru miklu betri en ég í póstkerslu sko. Já. Ég var ekkert sérstakur, ég náði yfirleitt ekki að klára pakkana mína eða sendingar kvöldsins. Já. Svipti alltaf að skila og fæ svona vonbrigðasvip frá þeim sem að stjórna. Eintóm vonbrigði í vinnunum. Eintóm vonbrigði, þannig að það er alveg mögulegt að þarna hefði leynst einhverjir sem hefði blómstraði í markinu sko. Nákvæmlega. Herru, það er hérna annar markmaður á leiðinni, Gunnleifur Gunnleifsson kíkir á okkur á eftir og nóg að vera en fyrst þetta. FM 95 bjóð með okkur á þessum fallega fimmtudegi. Björn Bragi verður út þessa viku þáður en að Auðun Blöndal kemur aftur og gestastjórnandi dagsins er Hannes Þór Halldórsson, markvörður og kvikmyndagerðamaður og hingað í stúdíu er kominn annar markvörður, Gunnleifur Gunnleifsson, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvað syngur þér? Ljómandi gott bara, takk. Já, nú er ég líklega með 2 bestu markmenn landsins hjá mér, er það ekki, strákar? Það er erfitt að segja sko. Það er ekki góð spurning. Vont að fá okkur til að dæmi það. Já, bara testa hrókan aðeins. En hvernig er það, ok, þið eru náttúrulega Gunnleifur, þú ert í að fá og Hannes í KR og þið eru líka búin að vera berjast landslýssæti og svona, eru þið vinir eða hatið þið hvern annan? Svona hvernig er samkeppnin á milli markmanna? Nei, ég myndi segja að við séum bara ágætis vinnir. Já. Já, ég get alveg kvittandi það. Markmannssamkeppni getur stundu verið aldrei svona skrítin staða þar sem að menn æfa saman á hverjum degi og eru svona kannski, þú veist, félagar og þú veist, kannski á yfirborðinu stundum en það getur verið þannig en ég myndi segja að ég og Gulli náum vel saman og erum góðu félagar í raun og veru. Ég er heiklust sammála því. Hvernig er það þegar svona að vera að spila með liði þegar það eru 2 markmenn að berjast sömu stöðu? Þú veist, maður eyðir náttúrulega meiri tíma með þeim aðalega heldur en nokkrum öðrum en er á sama tíma hans mesti svona keppinautur? Ég get alveg viðurkennt það þegar ég var yngri til dæmis og ég var á bekknum fyrir Kristján Finnbogason þegar ég var í KR 98 og 99. Þá var ég bara á bekknum og ég var bara að bíða eftir að Stjáni myndi gera mistök og óskaðist bara eiginlega. Þannig að ég er settur í liði næst. En það er ekkert þannig í dag að ég er með Hannes í landslýshóp og hann byrjar inn að þá óskar hann alls þess besta alveg frá með bottom og þá með allt sko. Já, ertu búin að þroskast bara? Eða? Já, ég þroskaðist mjög seint en það kom. En þá varstu svona svipað gamall að Hannes er í dag, Hannes er þú svona í dag?
Ég hef bara ekki þurft að upplifa þetta ennþá, eða langt síðan síðast allavega, þannig að ég... Alltaf númer 1. Þannig að ég held nú að þetta sé dálítið misjafnt, eins og Gulli að tala kannski á bekknu, eða þú veist, ef maður í landslýshóp þá sjálfsögur vill maður kollega sínum alltaf best að maður vill bara vinna leikinn með öllum tiltækum ráðum, þannig að þetta er svona kannski misjafnt, en ég geti til dæmis trúa að stemningin hafi verið ansi rafmögnuð á landslýsæfingum hjá Þýskalandi þegar Oliver Kahn og Jens Lehmann voru saman að sparka hvern annan. Það er svona til dæmis dæmi mjög rafmagnaða spennu á milli markmanna og þurfa samt að æfa saman í svona miklu návígi á hverjum einasta degi. Þetta er dálítið skrítin staða. Já, einmitt. Nú, KR-ingar urðu Íslandsmeistarar í fyrra og ykkur er spáð aftur titlinum, en ykkur FH-ingum er ekki spáð eins góðu gengi. Hvernig er þetta að fara í sumar? Það er ekki gott að segja, ég hef ekki hugmyndu það, en það er ljóst að KR er á öllum fjölmiðlum sem ég sé alltaf að spáð titlinum og okkur svo langt sem fjórðasæti ekstar. Já. Og það veit enginn hvernig þetta fer, fullt af liðum sem eru ágætiskandidatar í að gera eitthvað góða hluti og við ætlum að FH-liðið náttúrulega að reyna að gera eins vel að geta og stefnum náttúrulega titlin. Já, er það pressa á Hannes að vera að spáð titlinum? Já, ég meina það er viðbúið, en það er svona, hefur kannski ekki gefist neitt sérstaklega vel undanfarin ára að vera spáð titlinum. Það var í fyrra átti FH-ingarnir að rúlla yfir mótið og árið áður þá áttu KR-ingarnir að rúlla yfir mótið og svo voru það Valsara þar áður og alltaf hefur þessu liði einhvern veginn vegnað illa og kiknað undan pressunni að ég veit ekki hvað það er sko, en þetta er bara eitthvað sem þarf að höndla. KR er alltaf spáð fyrsta eða öðru sæti og við byggumst alveg við því og ég meina þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er bara gaman að þessu og hluti af umgjörðinni og við leiðum þetta hjá okkur. Diplomatískt svar. Yes. Af hverju byrja menn að æfa mark? Er það bara því að þið voruð ekki nógu góðir úti á sínum tíma í æsku eða? Algjörlega ekki. Ég var frábær útspilur og er ennþá mjög frambærilegur sóknarmaður. Sama hér. Ég vil meina að ég sé einn besti markmaður í heimi í reit, en ég vil meina einmitt, ég ætla að fara að nefna þetta sko, áður þú grifst fram í fyrir mér, að ég hef ekki farið inn í reit hjá FH síðan ég held 2009 desember. Já. Það hef ég ekki farið inn í. Ég ætla að fá að koma að fyrst þú komst með þetta að ég var markakongur Skagamótsins í 7. flokki áður en ég fór í markið, þannig að það var ekki vegna hæfileikaleysis sem útispilari sem ég fór í mark. Til hamingju. Mjög stoltur af því. Til hamingju með það. Takk að þér. Reynda björliða. Markakongur björliða. Já, mitt. Gulli, þú ert með svolítið svona búningafetis. Þú ert alltaf í einhverjum voðalega skærum og flottum búningum, er það ekki? Jú. Ertu svona mikil dífa eða hvað er málið? Já, ég er það sko. Ég Óli búningastjóri hjá FH, hann hefur eiginlega meira gaman að þetta en ég mér segja og hengir þetta vanlega upp svona eftir litum og ég hef mér langt pláss í klefanum fyrir snagana, sumir þurfa að tróða sér bara saman út í hotni en búningarnir mínir taka mikið pláss og raður þessu svona öll upp og... Bara eins og Páll Óskar? Nei, eða það? Ég veit ekki. Gulli er einmitt gagnrýnt mig fyrir að vera í ljótum búningum. Já, og higg ekki við að mér segja þegar við erum alveg að búta völlin. Já, honum finnst káarbúningarnir ljótir. Þér séð nú litir ekkir. Já, þér finnst þínir búningar ekkert flottir, heldur þú búin að vikana. Já, mér finnst þér allt í lagi. Ég var að máta nýjan fjólubláðan í gær, þú hefði verið ánægð með. Já, ég sá, er þetta þinn búningur í sumar, þessi skærgulli þarna? Einn af nokkrum. Já, þannig að þú ætlar að vera vallarstarfsmaður líka. Já, ég get skotist í þetta mig ef til þarf. Já, nákvæmlega. Við ætlum að halda áfram með Hannesi og Gulla hérna rétt á eftir, en fyrst þetta. Sumarkort Sporthúsins á tilboðsverði á fimmtudaginn, föstudaginn og laugardaginn. Láttu þig ekki vanta. Sporthúsið. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér tromp. Partizón Lounge Session á Esju fimmtudagskvöld í Bombay Feeling. Esja, þar sem helgin byrjar á fimmtudögum. Shell V-Power, aukin afköst og ending vélarinnar með framúrskarandi tækni. Shell V-Power. Kryddaðir fimmtudagar, öll fimmtudagskvöld á Hressó. Kiriyama Family ásamt Bacardi Ókart halda þér í stemmingu. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Yoko. Ég er búin að nota þetta í bíó, ég er búin að nota þetta í Dominos til að panta pítsu. Fyrir nenni ekki að elda, þá get gott að bara já, heyrðu, ég á aukakrónur. Faktist er ég ekkert að borga fyrir þessa pítsu. Ég heiti Eva Björk
og ég að læra húsgagnasmíði og ég nota aukakonur. Sálin á NASA laugardagskvöld. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia. Lakkeról slettir úr körullanum. FM 95 Blö á FM 95. FM 95 Bjö og hjá mér sitja þeir Hannes Þór Halldórsson sem gestastjórnandi þáttarins og Gunnleifur Gunnleifsson, markmanns legend. Gulli, ég tók eftir því að þú ert með alveg einstaklega glæsilega rödd líka. Þú ættir eiginlega að stjórna svona rólegt og rómantískt þetta. Þakka þér fyrir það, Björn, og þetta hefur verið nefnt við mig áður mitt og ég er alveg klár í slaginn ef að til þar, jú. Fáum við tóndæmi? Já. Næsta lag sem kemur á fónin er Power of Love og það er hún Halla sem sendir honum Hannesi sínum þetta lag og Halla biður þig, Hannes, að hlusta vel á textan í laginu. Þetta getur bara beint í hægt að staða maður bara með þetta í sætinu og þetta er glæsilegt. Þetta er rándýrt. Ég vona að Heiðar Austmann hafi heyrt þetta. Já, nákvæmlega. Það kom nú með nýja vinnu fyrir Gulla þegar hanskarnir fara á hilluna eftir 10 ár. Já, mér dreymir að vinna FM 97. Er það ekki? Jú. Já, ég er á toppnum núna. Herðu, þið hafið báðir reynslu á landsliðinu, mismikla reyndar og Gulli, ég hef heyrt að þú sért svona hrekkjalómur liðsins, setja búlía menn svolítið og svona. Nei, er það? Ertu að meina vítakefnina? Já, til dæmis, vítakefnin sem er eitthvað veðmál sem þú plata menn úti, viltu útskýra hana fyrir liðsins? Já, það er ekkert mál. Ég er ekkert feimið við það að við erum í sem sagt svona, ég býð mönnum upp í vítakefni og þetta hefur verið þannig undanfarin ára að þegar hópurinn kemur saman þá er ég eiginlega oftast kannski 1 af 2 leikmenn sem spila á Íslandi og við erum alltaf með miklu lægri laun hérna heima á Íslandi og ég hik ekkert við það að bjóða þessum gæðum upp í vítakefni og þá þurfa að skora 10 víti með röð til þess að fá 100 eurur frá mér, en ef ég klikka þá fæ ég 100 eurur. Já, sem er hvað, eitthvað tæpur 20 skall eða? Já. Og 10 víti í röð kannski hljómar fyrir einhvern eins og það séu velt, en er það ekki bara vonlaust dæmi fyrir? Nei, alls ekki. Þessi gæjar, sér Gylfa Sig og þessi gæja, 11 metra frá marki, engin pressa, engin að verjast nema eitthvað lítill markmaður í markinu. Hann hlýtur að geta hitt 10 sinnum röð í vinkilinn ef hann vill. Þetta er ræðan sem maður tekur alltaf, sko, en það er nánast ómögulegt, ég get alveg sagt þér það. Hún klúðrar alltaf einu víti, sko, en það veit Gulli það alveg þegar hann er að veiða með notið þetta og hafa peninga af liðsfjöld. Ég hek ekki við, ég á konu og 4 börn á Íslandi í þessi sófélagi í dag. Þú þarf bara að vinna fyrir þínu pening. Heldur betur. Hvernig er Hannes að koma inn í landsliðshópinn? Hannes er bara hreinn og beinn. Já. Bara eins og hann er, ekkert að spila einhvern annan gæja en hann er og hrikalega flottur eins og ég sagði hann og ég er bara gott Hannes að segja og flottur náðungi og ég ber verðingu fyrir þessum gæjum. Rólega? Hann líka, ég meina þú veist, menn verður eiga það sem er eiga bara. Hann líka alltaf þegar hann er með eitthvað auðlýsingar og eitthvað, að fara mig alltaf með sér. Það er rétt. Gulli búinn að leika svona 4 sinni hjá mér að stæða sér sífellt betur. Farin að kalla mig þótti Mikki Rúrk, finnst ég minna hana. Ég ætla einmitt að segja að Gulli hlýtur að leika vondakallinn. Ég sé hann fyrir mér svona hafa í skyrtu og svona með skambissu eitthvað. Það var eitthvað sem ég nefndi í einhverju viðtali að ef ég ætti að ráða vondankall úr Pepsi-deildinni þá er Gulli fyrir valinu og það varð úr síðan. Það er endar sjónvarpsseríu sem er á smá í biðstöðu núna en Gulli lék rándýrt hlutverk í tökum sem við vorum í október og vonandi að það fá sér lítið dagsins ljós einhvern tímann. Hann var lék sveitarrotta, einiðan sveitarrotta sem var ég satt grjótharður. En ég vil samt ekki að fólk miskilja að ég sé sem sagt góður vondukall af því ég er vondukall. Nei, þú ert náttúrulega mjög góður maður, sko. Nei, ég röddin, sko, ef þú snýrð henni, sko, í þá átt, ef þú ferð úr rómatíska gírnum og ferð í vondukallagírinn, þá ert alveg sterkur þar, sko. Þannig að það er röddin og svo svona... Vondukallanir eru oft svolítið rómatískir, en ég hef einmitt heyrt það þig, Gulli, að þú bara, sko, blótir ekki einu sinni og bara sért bara með hjarta úr gulli. Já, það er ansið fallið. Já, það er rétt, ég blóti ekki. Af hverju ekki? Það er bara neikvægt, sko. Já. Það er mitt, sko, það er enn eitt kosturinn, sko. Þú ættir þá að geta fengið vinnu á FM þegar það er ekki ætlast þess að menn blóti mikið útvarpi. Nei, það er bara líka upp á útvarpsstöðu minn. Sorry, Moni. En samt ertu ekki mikið fyrir tónlistunni hérna? Þú er meira svona í Pantera? Nei, ég er ekki, þetta er ekki upp á músíki mín hérna. Nei. Gulli, sko, hann leynir alveg á sér. Hann er ekkert alveg svona
ógeðslega góður. Hann til dæmis í þessum ferðum, þessum landsliðsferðum, þá hefur hann oft tekið menn og eins og ég segi, svona búlíað á smá. Já. Hann tekur menn og spyr, hann kannski stanslaust á leiðina á einhverja æfingar og svona, þá hann að spyrja menn, kannski leggur upp tvo kosti sem að báðir eru jafn hræðilegir. Hvort myndirðu frekar gera þetta sem er hræðilegt eða þetta sem er ógeðslegt og þú segir ekki neitt, ég myndi gera hvorugt og svo segja nei, þú verður að gera annars ferst heimur, nú verður bara að velja annað hvort og svo bara neyðist þú til að velja annað hvort og þá hættir hann ekki hamast í þér allan daginn bara oi, heyrið það Björn bara ég myndi gera þetta sem er ógeðslegt og eitthvað, ég ekki segja það í útvarpinu og lætur ekki frið allan daginn og bara heyrið, þú heyra, veistu hvað Björn bara ég myndi gera? Björn bara, hann er aldrei stríðinn, sko. Er það rétt Gunnlaugur? Já. En samt, Hannes er eitthvað miskilvægt. Ég hef aldrei sagt að heimurinn farist eitthvað. Hann velur strax. Hann er strax bara að mynda sér skoðun á því sem hann vil taka, sko. Nei, hann pínir menn til að svara og svo hjakkast hann í þeim út af en þetta er bara rétt grín. Gaman að því. Þetta er þroskað grín. Já. En já, þið eru svona með reyndari leikmönnum í ykkar liðum. Hannes, þú í KR og Gulli í FH og ég vildi svona að sjálfsögðu fá ykkur í smá sprell hérna og fá ykkur til að taka símtal og hringja í einhvern af svona yngri leikmönnum liðsins og reyna að plata þú út í eins svona leiðilegt erindi og hægt væri og gá svona hversu mikil tök þið hafið á þessum yngri gæjum. Ég meina, ráðið ekki öllu þannig í ykkar liðum eða? Já, svona eins og þú segir, það er svona kannski ákveðin svona Stéttaskipting? Já, ég segi ekki stéttaskipting, en svona yngri menn þurfa svona að lappa upp ákveðin þrepp svona innan fótbolta, þeir þurfa að byrja að pumpa í bolta. Alveg svo við þurfum að gera bara þegar yngri. Þurfa allir að ganga í gegnum þetta, þannig að það er svona, það er svona ákveðin svona kannski virðingarstigi sem er svona, misalvarlegur en allavega. En við ákváðum að gá hversu langt við getum gengið með þetta og hvaða menn væri til að gera fyrir okkur. Og hvert hringdið þú, Hannes? Ég hringdi í Atla Sigurjón sem er nýkominn til liðsins sem að svona með grunna gæti verið leiði vel við höggið, hann hefur lítið að gera daginn og hafði enga afsökun. Já. Þannig að En þú, Gulli? Ég hringdi í veðhlaupahestinn Hafþór Þrastason sem er hafsend hjá okkur, ungur strákur. Hann hefur hins vegar nóg að gera daginn og er nýjurinn faðir eða svona nokkra mánuði síðan og hefur hann nóg að gera en er algjörlega með hjarta á Gulli. Já. Og planið var að fá þá í svona algjörlega óþolandi misjón og gá hvað þið kæmust langt með það. Við skulum byrja á að heyra þegar Gulli hringdi í Hafþór. Halló. Hafi? Já. Blessaði Gulli hérna. Blessaður. Ég er smá vesinni. Ég er hérna fastur, ég er að fara í viðtal og eitthvað vesen. Já. Og hérna, kemst ekki frá og ég er að bíða eftir mér hérna, ég var að láta merkja skó, þú veist. Já. Gunnleifsson eitthvað, kafteinn og eitthvað, svaka töff. Og hérna, ég næ ekki það, ég verð að ná í það, þú, hérna, og þarf einhvern til að sækja á núna. Ég kemst ekki eftir viðtalegir að fara eitthvað fyrirlega stöð. Hann er í Mosó, sko, og máli getur lagt út fyrir mig líka, fyrir því. Taktu bara nótu og hérna, láttu gassa bara hafa. Þetta er ykkur 20 skall, held ég. Hvað er þetta? Þetta er bara hérna hjá, veistu hvað Kentucky er hérna í Mosó? Þetta er bara rétt þar hjá, ég held að það heiti sko Ísholt eða eitthvað umbóðið sem með þetta. Og hvernig þarf ég að gera þetta bara núna? Já, helst sko. Heldur þú getur rúlað? Já, ég ætti ekki það. Ekki, fyrir respekt á fyrirlegan sko, þú gerir það sko. Já. Eitthvað þessan. Og svo er það fínt líka sko, ef í bakaleginu, náttúrulega tekur nótu fyrir svo lætur gassa hafa og hérna, já, þetta er 20 skall, já, lætur gassa hafa. Síðan hérna, spurning, það er markmannssænska líka, eiginlega, ég veit ekki hvort það sé í lagi að geyma þá, það er aðeins eða semst að hann í Vesturbæ í Reykjavík. Hefur tími í það eitthvað? Ertu með stelpun eitthvað? Já, ég er með stelpun sko, en ég hildi verið ekki sjálfur en 4 sko. Já, ok. Það er brilljant ef þú getur rúlað eftir því sko, það er kannski ekki alveg í leiðinu, en það er, ef þú fer bara Mosó inn í Vesturbæ, það er bara hliðin að KR-heimilinu, þannig að Kaplaskólsvegur, það er hérna, þú sér það strax þegar þú kemur á hann, það er bara smá búð, stendur Adidas utan það. Ætlarðu að gera þetta fyrir mér? Já, Kaplaskór? Nei, Kaplaskór, nei, vinnur. Heyrðu, það er, já, býttu, þú getur kannski, það er kannski betra að þú fer til Gassa. Já. Þú veist, það er náttúrulega ekkert svo stutt hérna, það er sendingin kemur samt í gegnum Keflavík, sko, tollinu þar. Þú getur fengið peningi á Gassa, við sleppum bara Vesturbænum, þú getur fengið peningi á Gassa
þegar bara ég sendið þangað og farið skotist til Keflavíkur og tekið út tollinu þar. Það er miklu betra. Hvað er það bulla, maður? Hvað meinar þið? Þú getur slepptið að það er miklu meiri traffík í ef þú keyrir Vesturbæinn. Þú meira segja fljótar að fara til Keflavíkur. Bara ef þú ferð nýkrika til Gassa, fær peninginn og skýst í tollinu. Það er ekki einhver korter að skuldast Keflavíkur. Bói fer hann hverjum degi, sko. Já, hengdu bara í hann og láttu hann hafa það. Hann nefnilega kemur ekki það frí á æfingu, sko. Þú lítur að, þetta er algjör, þú ert inni á með stóran, sko, þú fyrirlega. Ég myndi gera, ég bara þarf að hafa stelpuna eftir, sko. Hafi, ég er ekki hver sem er, sko, þú bara verður að gera þetta. Hún er að vera 3, sko. Ég er að fara í þetta viðtal núna eftir og síðan er ég bara að fara á eitthvað, þú veist, spána og fyrirlega dæmi eða eitthvað. Þú veist, ég er ekkert með hanska í leikinu sundaginn, sko. Þú veist, Heimir er ekki sáttur ef að, þú veist, þetta klikkar eitthvað. Gulli, ég veit alveg að það er ekki. Þú ert tilbúin að gera ýmislegt fyrir mig, elsku drengurinn minn. Það sjálfsög. Já, þú ert glæsilegur. Hafi, þú ert stórt inni á mér. Ég fatt að þetta sjálfsög þegar hún fer að tala Keflavík líka, sko. Þú veist ekkert á því. En þú væri til að fara til Keflavík fyrir mig. Ég hefði örgulega gert það. Já, þú hefur gert það, Hafþór. Þú ert þvílíkur toppmaður. Það er greinlega þegar Gulli nýtir mikillar virðingar hjá FH-liðinu. Hannes, þú þarft að toppa þetta. Þetta var vel gert hjá honum, mjög vel gert. Þú hringdir í Atla Sigurjónsson. Við skulum heyra hvernig það fór. Halló, Atli. Já. Blessaður, þetta er Hannes markmaður hérna. Hvað er það? Heyrðu, ég var að tala við Rúnar, ég var að fá hann til að hjálpa mér aðeins með smá vesinn sem ég er í. Hann svona benti mér á að þú væri sennilega í svona bestu stöðunni kannski til að hjálpa mér. Ert þú ekki svona frekar slakur á daginn? Ertu eitthvað að vinna eða? Ég er bara ekki neitt, sko. Ok, málið er það að ég er sjálfur núna á kafi vinnunni í dag, er að undirbúa tökur sem ég er að fara í á morgun og verða alveg frá, þú veist, 7 morgunin, alveg fara með æfingu, kemur aðeins og seint að æfingu og svona. Og ég hefði þurft að fara að sækja nefnilega, að koma markmannshanska sending í tollin frá útlöndum sem að ég verða að sækja fyrir áður en lokar tollurinn á morgun. Annars verði ekki meira en að hanska í leiknum á sunnudaginn en kemst ekki, það er ekki séns fyrir mig að fara. Þannig að er einhver möguleiki fyrir þig að taka smá roadtrip til Keflavíkur á morgun og skjótast eftir þessu? Eitthvað fræðilegur? Já, ég ætti ekki að redda því. Hvað, að fara á flugvélinn? Já, í rauninni, þetta er bara svona eins og sért að fara til útlanda en þú veist, þú beigir bara aðeins til hægri, þú sér það strax, það er bara skiltið að það stendur tollur. Þannig að það er mjög einfalt, sko, þú ert bara að mæta þarna og það ert reyndar að leysa þetta út, þetta er eitthvað aðeins að leggja út fyrir þessu. En þú veist, svo myndum við bara taka kvittun fyrir því og Jónas myndi bara leggja inn að þig, þú veist, fljótlega, með næstu launum eða eitthvað. Þetta er reyndar alveg 40-50 skall eða eitthvað, en þú veist, það verður bara borgað tilbaka. Er það eitthvað? Ok, eitthvað, segja nafnið þitt eitthvað? Já, nafnið mitt er, þú veist, já, nákvæmlega, þú bara segir eitthvað, sending fyrir Hannes Þór og Halldórsson og þú veist, til sækjana. Þannig að það væri geggjað ef þú getur þetta myndi alveg redda mér, sko, ég kemst bara alls ekki og ég veit að Rúnar er mjög ánægð með þetta, að menn sé að vinna fyrir félagið og svona. Ég er líka mjög ánægð með það og það er svona helviti jákvætt kannski fyrir þig að svona vera að skora stig og að vera minn maður. Ég er redda þessu. Ok, heyrðu, geðveikt. Ég kannski heyri þér á morgun og bítu. Heyrðu, það er reyndar eitt sem ég er að muna núna, það væri reyndar alveg perfekt. Ok, þetta hljómar fárlega en ég ætlaði, sko, ok, eitt enn, sko, konan ætlaði að fá, lánaða bílinn hjá mér á morgun. Ég var eitthvað að væla í mér með bílina þegar ég er farið tökur og hún þurfti samt að fá hann til þess að skjótast eitthvað til Grindavíkur og ef þú ert að keyra hérna í gegn hvað sem er, ekki til Grindavíkur, sko, málið hún ætlaði að sækja hund sem er búin að vera í pössun út í Grindavík sem að, þú veist, sem það er að komast aftur til Reykjavíkur, ég er ekki djókið, sko, og þetta var ógeðslegt vesen og ég ætlaði eitthvað að reyna að redda þessu og einhvern veginn græði einhvern bíl og eitthvað en ég geta ekkert. Væri einhver séns að þú gæti bara, ef ég myndi fá frænkunnar sem er með hundinn til þess að koma bara að Keflavíkurveginum, býði við Grindavíkur aflíkjaran með hundinn, að þú myndi bara pikka hann upp og skjóta hann. Alveg tóttin út, ertu í FMB eða? Já, reyndar er ég FMB. Ég pældi þessu að hann hugsaði þér strax og byrjaði að tala, sko, en ég var alveg að kaupa Keflavík.
baby, let's. Yeah, you baby, no, you groovy baby, back. Let's take a moment. FM 95 bjöð með ykkur, við vorum að hlusta áðan á þegar þeir Hannes Þór og Gunnleifur hringdu í liðsfélaga sína. Þetta mun vera hægt að nálgast á vísi.is. En Gulli, áður en ég sleppi þér, þú ert eini Manchester City maðurinn á Norðurlöndunum, er það ekki? Nei, alls ekki. Þeir vera fleiri og fleiri núna. Já, en eru þið að fara að klára þetta? Já. Fyrsti titillinn í hversu mörg ár? Síðan fyrra, við erum byggamestari fyrra. Já, ég meina fyrsti. Það eru meistara 68 síðast. Já, nákvæmlega, það hlýtur að vera spennandi að vera City maður í dag. Já, það er frábært, sérstaklega eftir yfirbara sigur á móti United. Já, Hannes, þú ert vegan maður, eða ekki? Ég var einu sinni vegan maður. Hversu lengi? Það tekur sér stundum upp aftur þegar ég standa sér vel strákanir. Var það ekki eina viku? Já, eitthvað svo leiðis. Vikan var spútningli. Nei, ég var svona pínu óákveðinn á tímabili. Það er ekki, Þú nennir ekkert að horfa á fótbolta? Já, mér finnst það gaman. Eftir ég valdi mér, sko, ég ákvað fyrir svona 5 ára síðan, ok, nú er ég Liverpool maður og ekkert bull. Af því að þetta var aldrei leiðilegt að hafa ekkert lið til að halda með og En ég er orðinn harður Liverpool maður í dag. Ég var hérna á tímabili, Chelsea, Wigan, Liverpool, þetta var svona, ég var ekki alveg með á hreinu hvert ég ætla að halla mér, sko, en ég er harður Liverpool maður núna, mikill Dirk maður. Já. Og það lítur að vera erfitt. Já, það er strempið. En ég, samfagnaði með Gulla, Þú vilt frekar sjá City en United? Ég vil ekki sjá annan United sigur, ég er búinn að nóða því. Einmitt. Herru Gulli, það var frábært að hafa þig hérna. Og takk fyrir komuna. Hannes situr hérna hjá okkur áfram, en fyrst þetta. Það heitir Lake House og er með hljómsveitinni of Monsters and Men sem er að gera allt vitlaust þessar myndir. Þið eru að hlusta á FM 95 bjö. Gestastjórnandi dagsins er Hannes Þór Halldórsson. Hjörvar Hafliðarsson er nú vanur að vera hérna á 50 en hann verður á morgun. Þannig að tjúnið inn þá fyrir Hjörvar Hafliðarsson og gott ef að Breki kíkir hjá okkur. En Hannes, þú varst svona mátulega stressaður fyrir að vera hérna með mér í dag. Rétt. Þannig að við ákvaðum að fá fullt af fólki og nú er komin inn Þorvaldur Davíð Kristjánsson. Ertu velkominn? Blessaður. Anna Svava Knútsdóttir, leikona. Hæ. Og Halldór Halldórsson, Dóri DNA. Já, verið öll velkominn. Þá kannst að fá alla sem þú þekkir. Já, hvað fá alla sem ég þekki. Og byrjum á að spjalla við þig, Þorvaldur. Velkomin til landsins. Takk fyrir það. Já, ertu ekki kátur? Hvenær komstu í fyrradag? Já, fyrradag. Já. Mætti fyrradag og er hérna út af hæfileikakeppni Íslands. Já, sem að þú ert að dæma. Já, sem ég er álitsgjafi í. Álitsgjafi, þú vilt ekki kalla það dómara? Nei, ég held að kalla mig frekar álitsgjafa. Ok, og hún er annarkvöld? Hún er annarkvöld, já, og í gamla bíói, en byrn útsendingu á Skjá 1. Já. Við tölum ekki Skjá 1 á þessu djók, við mátt alveg Skjá 1. Já, það er bara mjög gaman, þetta var skemmtilegt að taka þátt í þessu. Já. Ég veit viss svona fyrst hvernig það væri þegar ég tók þetta að mér, sko, og svo þegar ég mætti á svæðið og við höfum búin að vera nokkru þættir undan sem verður ekki í beinni útsendingu. Já. Og það kom mér á óvart hvað þetta var skemmtilegt. Kom mér á óvart að það væri fleiri á Íslandi með hæfileika en þú? Já, fyrsta lagi, og í öðru lagi sem sagt bara hvað það er, þú veist, hvað mikið fjölbreytni. Já, nákvæmlega. Það er frábært. En hvað er svona að vera að vera hjá þér þessar myndir? Núna, sem sagt, já, ég bý í Los Angeles og var að, sem sagt, að færa mig yfir til stóra stofu. Má ég taka fram segja hvað hann er brúnn? Já, segðu það hlustendur að því að sko við erum núna í útvarpi, ekki sjónvarpi og þeir, já, segðu þau. Já, allavega, Þorvaldur að við erum rosalega brúnn og Hannes líka út í hann var í Noregi. Já, en Þorvaldur er fagur. Þetta er ekki svona einhver gulrótar XM eitthvað. Þetta er sko Kali Sun brungan. Santa Monica. Pyrrðu Santa Monica? Nei, ég fór á ströndir helgina. Eins og Mel Gibson bara. Þetta er sjávarbrunga. Algjör sjávarbrunga. Ég þakkaði fyrir það. Ég þoli ekki svona sterabrungur. Nei, þú lítur bara mjög vel út með okkur, allavega. Mér langar að vita eitt, Þorvaldur, með að við bara núna varst að gera bíómynd sem að, þú veist, ég held, sló hún ekki aðsóknarmet eða næstu því? Jú, 60.000 manns. Ok, og varst útskjórað til Juilliard og ég er mikill Entourage-maður. Já. Þú horfður Entourage, eða ekki? Jú. Hvað, þú veist... Ég líka, Entourage-maður. Ég hef hort út 4 þætti. Þegið þá. Hvernig er stemningin úti núna? Er þetta, þú veist, hversu líkt er þetta bara þegar Vincent Chase er nýbúinn að, þú veist, rústa einhverju opnun? Sko, þetta er ekki, ég get fullist að lífstíl mín akkurat núna er ekki entourage-legur, en ég er samt með ég er með einhverja 8 einstakleika sem er að vinna fyrir mig við það að koma mér í pröfur. Ertu með að koma mér í pröfur, en ef þú meikar það, þá náttúrulega pikkar okkur 4 upp og við komum bara að hanga. Ég get keyrt bílinn, ég keyri fallega í Los Angeles, það ég fengið það vottað, sko. Og ég býti góða koktela og get sagt brandara. Já, einmitt. Þetta er bara Santa Monica Beach og mætuður hress.
Þannig að, þú veist, erum við að tala skilur við fundi í einhverjum glerhísum og, þú veist, bara ströndir í útsinni og, þú veist, það bara allt í gangi það. Já, sko, ég myndi ekki segja að ég, sé peninga, megin ákvarðat núna, sko, en ég menn það eru fundir og svona einhverjum stórum, þú veist, stúdíóum og Verður alltaf, já, ég ætla að fá frýtt kók. Tek 2 flöskur. Það nóga fríu stöfi, sko. En kókaín? Nei, ég reyndar ekkert í því, sko. Er það alveg hægt? Datta út með svona hotlalífstílum og svolítið það er ekki því, sko, lengur. Fólk fór í chiafræ í staðinn fyrir kókaín. Sojamjólk og þannig, sko. Fólk er bara þannig. Latte með sojamjólk, sko. Djöfullinn, maður. Ég reyndar fór í eitt partíum daginn. Það var í Hollywood Hills. Og það var einhver skandinavísku leikstjóri. Þú ætlar að segja danskur? Ég sá hann ætla að segja! Fengi í sendiræði. Þá mætti ég inn maður. Og þá bara einhver dút, sem skilur, það er ekki spaðið fyrir utan einhver Porsche jeppi og Porsche svona sportbíl. Kem ég inn maður og það er bara einhver módelgælur, sko. Og svo 100 sjöndar. Og hann sko var með var glerborð í miðinni og Arinaldur. Og það var bara fjall af kókaíni. Já. Við erum alltaf lent í svo Hverfisgötunni. Og svo var bara með, þú veist, þetta er kostaði einhverja milljónir, sko. Ég veit. Það var bara eitthvað svona kókaínpartí, ég sagði hann bara, hvað er í gangi þetta, sko. Hann hefur gert það bara fyrir innkomuna þína síðan var hann ok, veitu hvað þetta kostar? Þetta kostar milljónir! Við erum drepinn! Það var alveg ríkala fyndið maður. Þetta hefur verið hveiti. Já, þetta var hveiti. Krakkar, þetta var hveiti. En hvernig verður sumar hjá þér? Ertu bara leikpröfur eða hvað verður að vera hjá þér? Það verða, já, það er mynd heima sem ég er að skoða sem ég held að vera í gangi í sumar í haust. Er eitthvað til í þessum sögursögnum að þú sett genginn til liðs við The Charlies? Já, ég og Charlies erum hvað er þetta, mixtape. Já, mixtape, díl. Við erum að gera nýtt mixtape sem að vera frumflytjum. Ég sé það. Hei Þórhildur, ég held að ég sé að kasta í þessa mynd sem við varum að tala um. Er það? Hei, hvað með mig? Ég leik líka. Ég er algjör Doug Heffernan í King of Queens. Ég hef alltaf séð þig verið með Dóri sem, Körtuna í nágrunum? Nei, sem sem keyrir getaway bíl í bankarúni. Þú hefur sagt mér þetta, ég væri fárlega góðs mann. Þú leikstur, Hannes. Er það ekki gæðin sem er fyrst? Maður með minnstu völdinni þinni, getur þú hægt að tala? Hann er svona geðveikt æstur og svona dreifið ykkur. Já, hann hleypur ekkert út. Nei, hann er að bíða, sko. Slakur í síðum leði eitthvað, það er ekki sikkert? Nei, ógeðslega æstur. Vá, hvað þetta er gott. Jokkingalega bil. Mögulega. Og svo fara með fáránlega vel bæði. Sko, sem hann er aðalmaðurinn í, sko, með one-liner á geðveikt svona. Málið er, ég get verið token blacka í íslenskum myndum. Wow! Hann sagði það! Þú verður eins og gæinn sem fór að vinna sem kokkur í Heat sem var sem plataði til þess að keyra bílinn og fór illa fyrir honum, mannst ekki. Er þetta fun dreamer, Björn? Nei. Það er draum á hlutverkið mitt. Já, hann var flottur. Lék síðan forsetan í 24. Já. Þorvaldur, hvað tekur við hjá þér núna áður en að ferða út til New York? Ég fer bara á sunnudaginn. Já, þannig að bara hæfileika... Til New York? Svo ætlum við nú kannski að hafa rap-partí eftir hæfileikakefnina. RAPP-partí eða tvöfald af RAP-partí? Þú veist það. Rap-partí? Ok. Það er rappað þetta mér. Það verður rappað. Ertu eitthvað að hitta ykkur að rappara núti? Af því ég fór nút, ég var næstum búinn að hitta Ice Cube. Og ég var bara í 2 vikur. Þú meina það? Já, hann var eitthvað að sjá eitthvað dót. Hver er frægast maður sem var hitt? Úti? Vá, það er nokkur. Nefndu 3. Fyrsti sem kemur upp í hann. Kevin Spacey. Ok, það er frábært. Ok, en ef þú ættir að finna on the top of your head Hollywood ígildi okkar hérna sem sitja hérna inni með hverjum sætir nú. Ég skal byrja. Ryan Seacrest. Ryan Seacrest hérna. Er ég Ryan Seacrest? Ok, ég skal halda áfram. Ég skal bara gera þetta. Annars var við Tina Fey. Ok. Ég er Ice Cube. Þú ert Toadfish? Nei, það er Ástrali, við erum í Hollywood núna. Nei, hann verður að vera leikstjóri. Já, líka. Með eitthvað íþróttabakgrunn. Hann er Guy Ritchie. Herðu, hann er Guy Ritchie. Sæll Guy, blessaður. Herru, ég verð að vera eitthvað betri. Ég er eitthvað hérna... Þú ert Kevin James. Þú ert blökkumadur. Ég er blökkumadur. Nei, hann er Snoop Doggy Dogg sem heldur að sé blökkumadur. Ég er ekkert Snoop Doggy Dogg. Ég er... Ég er Kenny Anderson, sem er að það gaurinn sem leikja allir svona... En hver er Þorvaldur áður en við kveðjum Þorvald? Þorvaldur er náttúrulega bara Þorvaldur og þú veist... Hvað með Entourage, gæjan? Vinnie Chase. Já, Vinnie. Vinnie Chase, maður. Hann heitir Adrian eitthvað. Já, þú veist, ég er þá meira að tala um karakterinn og svona, sko. Hann er alltaf algjör Vinnie, en meina, fyrir mér er Þorvaldur nættu Mark Wahlberg, sko. Já. Akkur er ekki bara Tom Cruise? Akkur lætur þú svona við mig?
Mark Walkenberg svalaði. Já, Ok. takk kærlega. Og því hann í plakatinu minni í mæ. Ertu veikur, Tom? Nei, hann bara, þú veist, það mismunandi gaurar eftir hvað mánuður Ert þú veik? Það var frábært að fá þig engað, ég ætla að sleppa það því að veit að þú ert tímabundin. Hann að fara að velja sér föt fyrir morgundaginn, fyrir rappartíð. Má ég spyrja eina lokum, af hverju komst Tómas Leifsson sem prumpaði með höndunum ekki áfram í hæfileiki? Segið það nú. Það fáranlegt. Voru ekki að dæma það? Nei, við erum álitsgjafar. Nú. Hvað er það? Er það eitthvað bókaldsfix? Já. Þið þurfum ekki að borga virðisaukaskatt þegar þið eru álitsgjafar. Nei, við segjum svona okkar álit og svo kýs þjóðin. Ættum við kannski öll að vera með morgunþátt? Erum við ekki að kemma fárlega vel? Þetta að breytast í eitthvað magasín og á þeim nótum. Magasín, virkamótna klukkan 7. 1, 2 Virkamótna á FM 957. Nú færðu 15 króna afslátt af lítranum í 10. hvert skipti sem þú greiðir með OB-lyklunum. Kynntu þið málið á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1 deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. Taktu flýð, það krónutilboð hjá Flugfélagi Íslands. Sumarkort Sporthúsins á tilboðsverði á fimmtudaginn, föstudaginn og laugardaginn. Láttu þig ekki vanta. Sporthúsið. Nýtt í bíó, The Raid. 20 sérsveitamenn, einn vægðarlaus glæpafóringi og 30 hæðir af stanslausri spennu. Ein besta spennumynd síðari ára sem hefur fengið lof gagnrýnenda allan heim. The Raid, sýnd í Laugarásbíói. Sumar. Sumarið byrjar í Jack & Jones. Gerðu geggjuð kaup fyrir sumarið. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. Lífið fylgir fréttablaðinu á föstudögum og daglega á Vísi. Útvarpskonan Kolbrún Björnsdóttir í bítinu ferð sína í fjölmiðlun, lífið utan vinnu og hjartveika dóttur sína. Ráð kvenna til að yfirstíga álag. Nýútskrifaðar hönnuðir úr hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Partí og viðburðir vikunar. Lesið lífið. Fylgrit fréttablaðsins á morgun. Shell V-Power auðveldar vélinni að viðhalda endingu og afköstum í öllum bensínbílum. Shell V-Power. Sálin á NASA, laugardagskvöld. Kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Alkeimia, stór á 450 og skot á 450. Túborg og Bar 11, verði ykkur að góðu. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Hefur þú áhuga á tónlist og kvikmyndum? Í kvöld klukkan 8 verður tónlistar- og kvikmyndakviss á English Pub. Spurningum varpað á risaskjá. Tilboð og bjór. Láttu sjá þig. English Pub við Austurvöll. Kryddaðir fimmtudagar, öll fimmtudagskvöld á Hressó. Kiriyama Family ásamt Bacardi Ókart halda þér í stemmingu. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Yoko. Ég var ekki alveg að kaupa þetta fyrst. Ég eitthvað svona, nei, þetta eitthvað svona afsláttur eða eitthvað svoleiðis. En það var ekki þannig. Þú mátti bara nota þetta eins og vildir og þú skal nota þetta á ábyggilega svona 80% af stöðunum sem ég versla á almennt, sko. Ég heiti Sverrir, ég í Háskóla Íslands og ég nota aukakrónur. Ertu búinn að smakka Stóra Bó? Eðal hambúrgari, hannaður af Bó fyrir hambúrgarafabrikuna. Rennur af stað, ungi borgarinn. Heyrðu, Maggi, ég myndi sleppa því að syngja. Lestu þetta bara. Einmitt, hambúrgarafabrikan. Hraðatilboð frá Icelandair Sæðarklöpp fyrir vildapunktana þína. Hamborg
frá 29.900, Stavanger frá 27.900, Washington frá 37.900 og Denver frá 39.900 vildapunktum báðar leiðir. Skattar og gjöld greiðast sér. Bókanlegt til hádegis á morgun. Bókanir og aðrar upplýsingar á sagaklöpp.is. Afmælis tilboð á Wilson 16 tómum með 2 áleggjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar af Pepsi og aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 15 15. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop. Every day I'm shuffling. Það partítónlist á 5. degi í FM 95 Bjö. Enda skín sólinn hér hátt á himni og Maður er bara með okkar topplúu. Nún eru snjókatarnir að brána og tja, hver ætlar að skelli sig innum í kvöld? Allavega ég. Þokkalega. Það eru Björn, Bragi og Hannes sem eru með ykkur en við buðum Önnu Söfu og Dóra DNA að koma hingað í stúdíóið og þið kunnið ekki hafa ykkur. Nei, við erum bara að láta house, everybody shuffling. Hlustar ykkur á þessa tónlist? Mér líður bara eins og sé verið að bara móðga mig allan tíman. Nei, maður keyrir ekki eitt rap sem má ekki. Þetta er nefnilega tónlist fyrir þá sem er að sendast með pítsur sem mega bara vera 30 mínútur á leiðinni. Eða vera að vinna hjá DHL. Já, sem að Hannes hefur gert. Það var reyndar á póstunum. Við fórum yfir þetta án, það var mjög leiðilegt. Ó, ég var ekki að hlusta á ykkur án, samt var ég að tala um. Ég vann eins sem útkastari á hverfisbátum, takk hjá. Já, herru, ég ætla að segja ykkur frá einni frétt sem að mér langar síðan að ræða með ykkur. Já, ok, verður þetta svona eina af þessum svona skrýttu fréttum? Nei, hún er nefnilega ekkert skrýtin, þetta gerist í gær. Það var semst fótboltaleikur á Ítalíu og við erum nú með fótboltamann sem gestastjórnanda, Hannes Þór, þannig að við þurfum aðeins að tala um fótboltatengt málefni. Stjóri Fiorentina liðsins, hann lamdi leikmann liðsins þegar hann skipti honum út af. Hann skipti honum út af og leikmann... Þjálfarinn? Já, þjálfarinn skipti leikmannum út af. En ógeðslega fyndið. Í úrvalsdeildinni á Ítalíu, sko. Já, þetta er ekkert eitthvað í einhverju áhugamannabolta, sko, í Rússlandi. Hvernig lamdan hann? Hann sem sagt, leikmann var lapp út af. Þetta var held ég bara eftir hálftíma leik, sko. Það leikmann var eitthvað pirrar og klappaði svona eitthvað, já, frábær skipting. Eitthvað svona kaltæni eitthvað, sko. Já. Og þá bara reðst hann á hann og svo er bara, maður sér ekki alveg upptöku, þú veist, en... Ég meina dangla hann svona aftan í hausinn á honum, hann er bara að sveifla hnúanum, bara, hann er að gæni sestur í varamannaskíli og er eitthvað greinilega hreit einhver í hann áfram, þá snýr þjálfarinn sig við og gengur að hann og lemur hann. Shit. Í alvörunni, ef þetta myndi gerast hérna, ég gæti ekki ímynda mér skemmtilegra moment ever. Ég veit, ég elska slagsmál, sko. En býttu, var hann rekinn? Líklegastur í að gera þetta? Guðjón Þórðarsson, auðvitað. En var hann rekinn? Já, hann var rekinn. En hann var ráðinn af ofbeldisfélagi í Stokkólmi. Það er nú svolítið annar kúltúr á Ítalíu. Hefurðu lent í slagana? Nei. Segðu satt. Segðu satt. Já, ég hef einu sinni orðið vitni af slagi. Einu sinni? Slagi? Hjartaslagi? Nei, ok. Það var einu sinni brjálaði slaga niður í bæ og ég rauk í hann. Og ég ætlaði að stoppa hann. Og það var lamin. Það er gott á þig, ég alveg gott á þig fyrir alltaf að stoppa hennar slag. Það segir reitt, þetta var ég og vinni mínir og við ætlum að gera þetta aftur. Já, þá varst þú 5 ára. Það er engin tilviljun að sko við fengum þig, Dóri, til þess að koma hingað, til þess að ræða þessa frétt. Að ég er þekkt annarlegar ofbeldismadur. Annarlegar ofbeldismadur og hrotti. Já. Og þekktur í undirheimum Reykjavíkur. Sem aumingir reyndar, en það er fyrir hana, það er í ofarheimunum sem ég þekktur sem hrotti. Sem Mosfellsbær fautinn. Já. Þú hefur nú lent í slag. Já. Hvað er langt sem þú lent í síðast slag? Ég lent í slag fyrir... Páskana. Páskana ekki? Páskana í Ísafirði. Þegið hana! Hvað? Ég sagði þetta trúnaði, annars ég sagði þetta með hana... Af hverju varst að slást? Ertu ekki fullur mann og badn? Þú ert ekki sigari. Það var einmitt þess vegna sem ég vildi ekki tala um þetta. Hann byrjaði. Ok.
Það allt sem við þurfum að... Ég endaði. En Hannes, ef þú lendir í slagi og þú lendir í slag kannski á vellin með ekki? Hannes hefur drepið mann. Hann drap mann fyrir 4 árum af gáleysi. Hann var með hníf og var fullur. Ég var einu sinni lent í slag. Ég lamdi einu sinni Óla Jónsson, vinn minn. Þau vorum 10 ára. Akkur landur hann? Við lendum í einhverju vesinni held í Frímó. Og meiddi hann sig? Já, hann fór heim, held í grenjandi, en ég fekk svo mikið samvinskupið ég hringdi í hann síðan grenjandi sjálfur. Er það? Ég hef nefnilega, ég hef verið laminn líka, sko. Kannski var ég ekki grenjandi, ég man þetta ekki alveg. Það er rosalegt að vera að biðja einhvern afsökunar og vera grenjandi þegar maður gerir það. Ég veit ekki af hverju ég sagði þetta, ég var ekki grenjandi. Þetta var bara... Þú er að byggja í landið. Hannes er bara góður gaur. Ég lendi einu sinni að spurði gaur hvort þú vildi byrja með mér og ég sagði já og fór heim og hringdi hann grenjandi og sagði ég vil ekki byrja með þér. Ég kannast alveg við svona símtöl. Þetta var bara í fyrra, eða ekki? Já. Og ég vil ekki byrja með þér. Félagsmiðstöð. Ég var að fatta að ég er búin að koma 2 ári inn á þáttinn, bæðiskiptin er ég búin að koma með einhverja sögu þegar ég var grenjandi, þegar ég var að gera eitthvað vandræðilegt. Já, þú ert algjör vælari maður. Dóri, hvernig grést þú síðast? Hvaða kellingamyndi varst að horfa á síðast? Veistu hvað, ég græt bara þessi hreina fegurð. Ég gréti við Modern Family daginn. Hvað þætti? Við vorum að tala þetta líka fyrir Já! Þarna þegar hann var að búa til súpuna. Ég snögggrét í Nürnberg á Nasistasafninu. Þegar ég sá börnum smalaðinn í gasklefa í Auschwitz. Þá grét ég. Það ætlaði þú bara að tala um eitthvað svona geðið óþægilegt. Ég fara á þetta safn, ég grét ekki. Í Nürnberg? Já. Hannes, hvernig grést þú síðast? Jöfnsis herrvæn. Nei, ég var bara fröys á mér hjartað. Þú grést í morgun þegar þú vissir að vera komið þáttinn í dag. Já, stressi. Þegar ég reynda... Björn bara hringdi í alla. Ég veit ekki, ég er orðinn dálítið meir eftir því sem ég eldist því svona stittra er í þegar ég horfa og sé eitthvað svona, þú veist, eitthvað atrið eitthvað, ég er svona, þurfa að vera að halda í mér. Svo private practice, ég get bara ekki hort að það hans að grenja. En Dóri, nú ert þú svo eini sem átt barn, allavega eftir því sem ég veit best. Ertu orðin meirari eftir að það gerist? Grætur þú meira? Nei, sko, ég græti ekkert svo mikið, en þegar ég græti ég hressilega, en sko, hann var til dæmis að byrja að labba og þú veist, og það er alveg smá svona moment þegar hann, þú veist, þessum daginn hann var hann eitthvað búinn að setja eitthvað skóan í klósetti og bara náði eitthvað gamla djúsverðnu og upp á ruslinu og hélt á einhvern lauk sem ég hef verið að skera í ruslinu líka og var að éta hann. Og fannst það geðveikt gaman og fyrst þá svona fæ maður smá tár svona í aðarlega. En sonniðin er 17 ára eða ekki? Jú. Það var hans ég lenti í slag við páskana. Út af lauknum. Já. Nei, þetta er fallit. Ég hef gott að hugsa til þess að í þessum hrotta og skúrki sem þú ert, það leynist hjarta. Það er frábært að vita. Já. Það er ekki öll vonandi. Nei. Hef ég kynnti fyrir nýju kærastinn mín, hún Anna Svava. Er það? Hún á von á sér. Herri, þetta spjall er að fara út á... Við kistumst og ég varð ólétt. Út á hálan ís. Ég veit það, málega er ég með handritið af magasínum fyrir fram mig og ég hef ekki getað að tala neitt nema samskipti kynjana og baconbugður bara síðan ég gekk inn. Þau gera það bara. Hvað er baconbugður? Hvað er það? Anna, róleg, ég þykist ekki vita hvað það er. Það er uppáldið. Baconbyglur. Baconbugður frá Þykkvabæ. Já, snakkið sem Sorry, ég vissi það ekki. Kartöflur úr Þykkvabæ, mörgum þykja góðar. Þær eru bæði ljúfengar og listugar að snæða. Hitaðar í ofni eða steiktar litla stund. Systir mín leikir í Ráin bæð og skífurnar. Er það? Skrúfur, dillu, flugur. Trúir þú á álfasögur? Takk fyrir þetta, Dóri, og takk fyrir að koma í þáttinn. Við erum rétt að byrja að tala. Já, Dóri þarf að drífa sig. Já, ok, þú verður hérna áfram. Við sjáumst heima. Dóri er að fara í leikhús minnast. Pepsi-deildin hefst á sunnudag. Allur íslenskur fótbolti á einum stað í sumar. Bara á Stöð 2 Sport. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deildina á Stöð 2 Sport. Á Subway er bátum ánarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Partizón Lounge Session á Esju 50. kvöld í Bombay Feeling. Esja, þar sem helgin byrjar á 50-dögum. Sýndu litríkt sumar með Outfitters Nation. Sjáumst þar. Outfitters Nation, Kringlunni. Er ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Hlölabáta. Komdu
Mættu á opnunarhátíð Bauhaus. Við opnum laugardaginn 5. maí klukkan 8 með fullt af frábærum opnunartilboðum. Komdu strax klukkan 7 og taktu þátt í morgunhappdrættin okkar. Bauhaus dregur úr 10 gjafakort á 100.000 krónur stykkið. Leitað ekki langt yfir skammt. Komdu í Bauhaus. Við erum með allt fyrir verkefni þitt. Sálin á NASA laugardagskvöld. Það er happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld frá klukkan 10 til 12. Það er gleðin á góðu verði. Við skullum í bæinn. Hamborgarafabrikan. Kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Alkeimia, stór á 450 og skot á 450. Túborg og Bar 11 verði ykkur að góðu. FM 95 Blö er í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Með Nicki Minaj, eitt allra vinsælasta lagið í dag. Björn Bragi og Hannes með ykkur og Anna Svava situr hérna ennþá. Hannes var að sýna öllum í stúdíónu magavöðuna sína. Hvar fyrstu þetta sett af magavöðum sem varst að sýna okkur? Fekk þetta út í Nóri. Já, þú varst alltaf að spila með Brann hérna. Takk fyrir þetta. By the way. Það er mjög fallið þetta er. Þú gerðir þetta? Hvað varst þið lengi út í Nóri? Mánuð. Mánuð á láni hjá Brann á meðan að einhvern... Veitu hvað heitir liðið Brann? Já, þetta er í borginni Bergen. Já. Og... Falna Brann. Hvað brann það kannski? Ætlar að segja eitthvað svoleiðis? Nei, þurfti ekki eins og að segja það. Nei. Þú tókst brandarann. Hei, má ég taka við til Hannes? Já. Ok, Hannes, hver er munurinn á því að vera úti? Nú ertu nú svona eiginlega atvinnumaður í mánuð. Já. Hvað er munurinn á liðsmönnunum, hvað þeir gerða alltaf daginn og með við hvað fótboltagörnir hérna heima gerða alltaf daginn? Sko, þetta er bara eiginlega komir á óvart hvað þetta er eiginlega þægilegt og auðvelt líf, sko. Þetta er eiginlega bara ógeðslega sweet. Hvernig er típisku dagur? Æfingarnar eru oftast kannski 10-11 og búnar, þú veist, á 12-1 eitthvað svo leis. Þá bara fer maður sér hádegismat á vellinum og svo bara er dagurinn búinn, sko. Og maður bara er að hanga og gera ekki baun og þú veist, þetta er alveg hrikalega næs og allt svona, þú veist, hér eftir eitthvað væl frá einhverjum mönnum sem er að kvart undan hvað lífið sé erfitt eða eitthvað hitt og þetta sé erfitt í atvinnumennskunni. Ég blæsa á þetta, sko. Þetta er mesta bull sem ég hef heyrt, sko. Er bara ein æfing á dag? Já, yfirleitt. Já, það var... Þessin er allir þessi gæjar svona ógeðslega góðir í PlayStation og einhver svona dóti sem var svona frítíma dóti, sko. Já. Þeir eru geðveikir í FIFA eða eitthvað svoleiðis að þeir hafa svo mikið tíma. Já, þeir búið til tónlist í tölvunni eða? Það er ekki að hafa samvinskupið yfir því að vera að hanga í tölvunni. Ef þú ert búinn í vinnunni, skilur, þú ert búinn með það sem þetta var að gera, þannig að, þú veist, þetta er alveg hrikalega næs. Heyrðu, nú ætlum ég að hætta tala fótbolta og við vorum einu svona vinna saman. Já. Fyrirtæki sem heitir Filmus og þar var örbylgjuofn. Já. Og ég ætla að segja, þú átt nú ekki góðu vinasambandi við örbylgjuofna? Nei, ég get verið svona smá klaufistundum. Ok, ég man eftir, það eru 2 atvik sem gerðust með þig og örbylgjuofn. Já. Viltu segja eitthvað frá þeim? Manstu eftir þessu? Nei, ég man ekki eftir 2. Ég held að þú þurfa að rifja þetta eins upp, Anna. Ok, fyrsta tengist eggi. Ok, ég ætla að segja, Hannes ætlaði að fá sér egg, sjóða egg í örbylgjunni. Það var það ég, ertu ekki að ruglast? Nei, það varst þú. Og þú settir egg inn í örbylgjuofnin. Ég veit ekki hvort þú settir það í smá vatn eða eitthvað, allan eggið sprakk. Inn í örbylgjuofninum? Inn í örbylgjuofninum. Og hann lærði að setja aldrei. Síðan, svona mánuði setna, þá ákvæmstu nú að fá þér eitthvað annað. Mástu því? Ég ætla að hita með vatn í svona álbolla. Þá sprakk örbylgjuofnin. Já, örbylgjuofnin sprakk. Hvernig? Bara túknaði bara svona, kom geðveikur fellur, bara og svo túknaði hann bara allur snút, bara og liðaði svona í sundur. Þetta er ekki líf og já, bara, þú veist, ógeðsleg lykt í öllu fyrirtækinu og bara hann sprakk í tætlur. Eða svona tætlur, þú veist. Og þá var hann settur í örbylgjubann. Já. Já. Til að hamingjum með þetta, Hannes. Hann er góður í fótbolta. Ég man ekki eftir þessum eggi samt, sko. Ertu svona vonlaus í eldhúsinu, eða? Nei, ég vil meina ég sem efnilegu kokkur, sko. Bara lélegur í örbylgju. Demaldari sem maður segir. Já.
Já, þú ert góður í fótbolta, þú getur ekki verið góður í öllu. Nei, En mér langar að spyrja þig að einu, Anna. Þú ert nú ekki mikil fótbolta áhuga kona, en einhver. Já, eftir að ég kynntist Hannesi. Já, er það rétt að þú fylgir bara liðanum hans? Þú hélst einu sinni með Fram og haldið með KR núna? Já, þegar hann var í Fram, þá mætti ég á Framleiki, í fyrsta sinna fótboltaleiki, fyrir utan það ég náttúrulega fór með pappa, þegar voru pappahelgar til skilnaðarbarn. Knúti pappa, þá fórum við með á völlinn. Á meðan hann var að láta það að renna af sér. Já, örugglega. En já, svo kynntist ég Hannesi og þá fór ég að fylgjast með fótbolta og mér fannst það ógeðslega gaman. Mér fannst það gaman að vera úti kvöld og sumar og syngja þessi lög og svona. Já, hún er mikill frammari, sko. Hún er skýtsam Þú lýsir þessu samt eins og þetta sé eitthvað svona skáta útilega. Úti kvöld og syngja lög og... Já, og bara teppi og fylgjast með leiknum og... Kveikja varðeld í stúkunni. Nei, og ég bara skildi alls konar hvað rangstæð og svona. Já. Hannes kendi mér það bara í vinnunni. Okay. Og ég held rosalega mikið með Fram og ég fór og hitti strákana baksviðs, tala í leikhúsi, bakvið og svona. Já, bakvið. En síðan hætti Hannes í Fram. Já. Og nú í alvörinu, mér er drullu saman Fram núna. Nú er ég bara KR í húð og hár. Já. Ferð þangað og syngur lögin. Já, ég eftir að læra lögin núna. Ég var nefnilega út í útlöndum síðasumar, þannig að núna ætla ég að koma sterkinn. Hannes, ert þú með eitthvað lag sem að stuðningsmenn syngja þig? Hann lokar öllu í markinu, Framar númer 1, eða sko það var einu sinni mann. Já, ég var með lagi í Sagamýrinni í Bíddu nú við. Nei. Hlungur í markinu, la 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 la, það er súkur. Nei, ok. Ekki lengur, hann maga það núna. Sixpack, Björkiba í markinu. Já, það var sungið um mig í gamla dag, hlungur í markinu. En vissi að ég hef alltaf verið með smá komplexa fyrir Var það andstæðingurinn? Hvað segirðu? Var það andstæðingurinn? Já, það var einn úr stuðningsmannliði hins liðsins sem að vissi að ég á það til að svona, þú veist. Já, ég er mikið hugsa mikið um þetta. Já. Nema hann gerði þau mistökun Hannes að segja þessa sögu í vinnunni einmitt. Þannig að bróður minn sem átti fyrirtækið sem við vorum að vinna hjá, sagði, Hannes sagði þessa sögu og hann mætti á völlin, hann er valsari. Já. Og hann stóð fyrir því að allir valsar sungu þetta eins og þig. Og Hannes hefur ekkert lært það því að núna var hann að segja öllum hlustendum FM 97 frá sig líka, þannig að það er spurning hvort að einhverjum dettur hefur að syngja þetta í sumar. Hvernig eru KR-lögin? Geturðu kennt mér eitt? Það er náttúrulega, KR-lægið er bara, þú veist, besta stuðningslag sem hefur verið samið. Já, ég ætla náttúrulega ekki að vera að syngja. Stál og hnífur. Nei, en eitthvað svona, þú veist, KR, við erum eitt, KR. Já, þetta er eitthvað svona, þú veist, þeir eru búin að taka svona ensk stuðningsmannlög og íslenska þau. Þeir eru ekkert mikið að syngja um hvern leikmann en þeir eru, þú veist, með einhverja texta á. Ekki svona, það er aðeins einn, Auðun Helga. Jú, þetta var mikið eitthvað svona. En gæti þú ekki, Hannes, komið með hugmyndalagi sjálfur? Herri, hérna er smá textabrót frá mér hérna, þetta gæti átt vel við. Það er ágætis hugmynd, sko, lauma þess aðeins. Já. Ég þurfti að skoða það kannski. Við getum búið til eitthvað lag. Já, við getum gert það. En fyrst ætlum við að fá að heyra eitt lag og svo komum við aftur. Þetta lag var vinsælt fyrir einhverjum 2-3 árum. Við bara verðum að henda í ganga þegar það er svo mikill sumarfílingur í þessu. Og það er einmitt komið sumar. Hannes og Anna, hvað ætlið þið að gera í kvöld? Ég er... Bara í kvöld, bara grilla, fara í sólbað, kíkja í Nauthólsvíkina, fara í fótbolta á Miklatúni. Nei, fyrirgefðu, ég skal endtaka spurninguna. Ég meinti sko eiginlega bara að það búið svo ótrúlega gott yfir í dag og gaman úti og mér fannst mjög leiðilegt að þurfa að fara inn og stýra útasæti, þó að það sé nú mjög gaman að stýra útasæti, af því að það var svo gott veður og mér langaði að vera út í sólinni, þannig ég var svona veltaði fyrir mér hvort þið ætlaði að gera eitthvað svona sólartengt í kvöld. Mér langar ógeðslega í alvörunni, ég veit að þið séu leiðilegt, en mér langar að þvo bílinn minn. Já. Ég er ekki að ljúga, ég er að fara upp á Esju núna bara leiðu þessu líkur. Er það? Já, það er mjög mikið sumar í því. Með hverju ferði? Ég ætla að vera einn. Einn? Já. Af hverju? Af því að það er bara góð æfing. Já, er þetta þá svona æfing eða frekar en einhver svona, þú veist? Þetta er svona bara blanda af báði, ég hef oft gert þetta, gerir þetta alveg nokkur sinnum á sumri. Tekur þú tíman? Já. Það er eiginlega besta æfing sem að mér finnst ég fá, svona, þú veist, þetta er passlegu tími, þetta er 1,5 tími upp og niður. Já. Og tekur á allan skrokkin. Mér er miklu erfið að labba niður. Það? Ég fæ svo illt í kálfana. Já, en hitt er samt erfiðara. Nei, maður er svo vanur að nota rassinn og lærvöðvana einhvern veginn. Ok. Þegar maður er ræktinni, ég er alltaf bara, eitthvað, jæja, nú er ég að fara að labba niður, það verður ekkert mál. Og svo er ég bara á. Ok, ég enda bara auðvitað þá, en mér finnst erfiðara. Hannes er atvinnumæður í knattspyrnu. Skokkar þetta eða hvað? Já, svona á köflum, ég hleyp niður, sko. Það svona hraðar sér. Já. En ferðu, það eru 2 leiðir upp. Það eru þú veist beint upp og svo svona beint. Beint upp, já. Undir 40 mínútum, það er takmarkið. 39, 47 metið mitt. Vá, og tekur það næsti með? Djús eða vatna? Djús.
Þetta er 40 mínútur, sko. Já, en við hlýtur að taka vatn saman. Nei, ég tek svona flöskur sem ég fylli á leiðinni. Á leiðinni? Eru svona drykkjarstöðar hana? Já, það eru lækir og svona. Síðan sko það huggulegasta sem maður gerir að fara þarna upp og setjast í skjól og horfa yfir Reykjavík, hrikalega sáttu með æfinguna og þú veist aðeins að slaka á, einn með sjálfur sér. Og ertu með tónlist í eyrunum? Já, ég gerir það. Ok. Ef við að kíkja með? Já, ég heldur myndi samt bara vera að hægja á honum. Nei, við getum bara, þú veist, hann býður bara eftir okkur uppi, chilla bara. Það er hægt. Já. Ég hitt ykkur að leiðin niður. Já. Mér langar þess að bara eitthvað slaka á því kvöld. Svo allir reyndar að horfa Pepsi-mörkin í kvöld, ég er mjög spenntið fyrir þeim. Já, þau eru að hefjast. Já. Þess sem er einmitt ástæðan fyrir því að Hjörvar Hafliðason þurfti að fá að koma á morgun frekar en í dag. Já. Þannig að við getum samin að það að minna á Pepsi-mörkin í kvöld og mynda á að Hjöppi verður hérna með mér í þættinum á morgun. Föstudagsþættinum. Vá, ég veit ekkert hvað Pepsi-mörk eru. Nei, þú ætti kannski að horfa þess á þau. Það er bara mörkin og leikum síðustu viku og Pepsi styrkir eða hvað? Pepsi-deildin er deildin sem við spilum í. Er það byrjað? Pepsi styrkir hana. Pepsi-mörkin er svona... Vil ég hætta að segja Pepsi í þættinum? Ég datt út, sko. En það er einmitt Íslandsmótið að hefjast og það byrjar á hvað, sunnudaginn? Já, þetta er alltaf að skella á núna. Nú er alltaf brest á og káringar spila á móti hverjum. Við fáum Stjörnuna í heimsókn, sunnudaginn. Það er það ekki bara sláturinn? Jú, við rúllum yfir þá. Nei, það eru mjög erfiðlega. Já, þeir eru með gott liði árið, ekki? Jú. Og spáð hvað þriðasæti er ekki? Þeir eru alltaf þarna óvalega. Já. Og þeir geta alveg verið að blanda sér alvarlega í svona titilbaráttunni í ár, sko. Þannig að þetta verður svaka leikur á sunnudaginn. Þetta eru verið í magaból. En því miður munið þeir tapa titlinum á móti Fylki, er það ekki? Jú, þínir menn munu náttúrulega laumast upptöfluna bak þeirra megin og hafa þetta á endan. Bikarinn er fyrir í lautina í ár. Anna, þú ættir eiginlega að halda með Fylki í sumar, nennur því? Nei, hvernig á ég að horfa á? Þekkingan í liðinu? Nei, þú getur hort á mig, ég skal sita við liðinu og er í brekkunni. Í brekkunni? Já, það er ekki stúka í lautinni. Ekki ennþá. Herru, það er komið nóg af FM 95 í dag. Þetta var svona nokkuð fótboltamiðaður þáttur, en það var Hannes Þór, landslýsmaður og káringur. Og Norsari. Og Norsari núna. Hannes, það var frábært að hafa þig. Já, það var gaman að koma. Þetta gekk bara nokkuð vel, ekki? Jú, þetta var auðvitað bara allt í lagi. Já, ég held það. Og Anna, takk fyrir að kíkja hérna á okkur í seinni hálfleiknum. Við sjáumst aftur, eða heyrumst aftur á morgun þegar Hjöppi verður með mér. Þangað til, verið sæl. Nýtt í bíó, The Raid. 20 sérsveitamenn, einn mægðarlaus glæpafóringi og 30 hæðir af stanslausri spennu. Ein besta spennumynd síðari ára sem hefur fengið lof gagnrýnenda allan heim. The Raid, sýnd í Laugarósbíói. Íslenski boltinn byrjar að rúlla á ný og við hitum upp fyrir átökin í Pepsi-deildinni. Allt sem þú þarft að vita fótboltan í sumar. Pepsi-mörkin upphitun í opinni dagskrá í kvöld klukkan 21. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-mörkin á Stöð 2 Sport. Á Subway er bátum mánaðarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Ég er búin að nota þetta í bíó, ég er búin að nota þetta í Dominos til að panta pítsu. Fyrir nenni ekki að elda, þá get gott að bara já, herðu, ég á aukakrónur. Faktist er ég ekkert að borga fyrir þessa pítsu. Ég heiti Eva Björk og ég er að læra húsgagnsmíði og ég nota aukakrónur. Krakkakvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Alkeimia, stór á 450 og skot á 450. Túborg og Bar 11, verði ykkur að góðu. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.